að tækni vandamálin verða ekki fleiri í dag. En næstur á sviði Ásgeir Jónsson. Hann hefur 10 ára starfsreynslu úr fjölmiðlum og svo söglaði hann og hóf störf hjá Háskólanum í Reykjavík. Meðfram störfum sínum í fjölmiðlum lauk hann bachelorgráðu í sjávarútvegsfræði frá Háskólanum á Akureyri og með mastersgráðu í matvælafræði frá Háskóla Íslands. Þið þekkið hann kannski mörg hver hérna Eyjum, hann var búsettur hérna og yfir hagtengda nýsköpunarnáminu sem með aðsettum Hafnarsetrinu. Hann hefur stundað rannsóknir á útflutningi á ferskum hvítfisk og hann hefur einnig leikið og þjálfað handbolta langt skeið og hann var meðal annars hjá okkur hérna í IBVF þau 2 ár sem hann var hérna. Í erindinu hans í dag þá ætlar hann að fjalla nýsköpun og menntun í bláa hagkerfinu, hvað við höfum gert og getum gert til að efla hana og hvaða áskoranir og sviðsmyndir bíða okkar í framtíðinni varðandi þau mál. Ásgeir, gjörðu svo vel. Ég noti bara útiröddina eins og Ágúst og sleppi hérna mikrofónum. Svo nefnum salur. Eins og kom þarna fram, starfaði fjölmiðlum og aðeins söðlaðum og fór í þetta. Vann meðal annars á RÚV, eða svo Örvar Arnarsson minn vísfélaginn segir miðstöð Samfylkingarinnar í Reykjavík. Og ég ekki bara fyrst í blæri. Ég ætla að segja ykkur aðeins bara frá hagtengdri nýsköpun örstutt. Ég ætla svona aðeins að fara yfir svona smá pælingar sem ég hefur verið að skoða varðandi menntun í sjávarútvegi og bláa hagkerfinu hérna á Íslandi. Og hvað svona við gætum gert betur og þessi margt frábært og svona svolítið hvað býður okkar. Hagtengda nýsköpun er diplómanám sem er kennt í samstarfi við Háskólann á Akureyri. Það er einsásnám á grunnnámsstigi í háskóla og er svona blandað viðskiptafræði og sjávarútvegsfræði með áherslu á nýsköpun og nemendur getur svo nýtt í rauninni þessar einingar áfram til áframhaldandi náms. Það er glæru. Sko munurinn kannski á hagtengdri nýsköpun og því sem Hólmfríður er að tala er að eins og gefur að skilja að það eru svona takmarkað sem hægt að gera á einu ári, þannig að við erum kannski svolítið að einblína á svona aðgengilega ávexti eða low hanging fruit sem að leyfir sér að sletta. Það er að segja nýsköpun er náttúrulega margskonar og nýsköpun drifin af vísindum og þekkingum er gríðarlega mikilvæg. En það er ótrúlega mikið og frábært tækifæri líka í bara aðgengilegri verkefnum þar sem við erum að nýta í rauninni tækni, hráefni, þekkingu sem við höfum nú þegar til þess að búa til verðmæti. Og fyrir mér er hagtengd nýsköpun bara fyrst og fremst tækifæri. Það er þetta, gluggi inn í greinina sem er því miður of lokuð almenningi og kannski of lítil innsýn og ég ætla að koma aðeins inn á það. Við fáum hérna aðra glæru. Á móti er svo það sem Hólmfríður var að tala sem er þessi vísindadrifna nýsköpun sem að við Íslendingar getum virkilega státa okkur af og höfum staðið okkur frábæri í og Hólmfríður er einn af mörgum frábærum leiðtogum. Fáum glæru. Okkur hefur gengið bara vel, þrátt fyrir að aðsóknin í námið hefði mátt vera betri. Af þessum nemendum sem við höfum fengið þá hafa þeir skilað sér út í atvinnulífið. Við erum með nýsköpunarverkefni og það var að koma vara á markað frá einu þeirra sem er bara frábært á ekki eins og 3 árum. Og eins og ég segi, þetta eru fræ. Vonandi fara einhverjir af þessum nemendum í áframhaldandi nám og halda áfram svo að stunda vísindadrifna nýsköpun og vonandi hér í Vestmannaeyjum því ég gæti einhver meira sammála að hér er allt til alls til þess. Fáum glæru. Menntun í sjávarútvegi, hún er ekki eins öflug finnst mér og greining og árangur hennar. Og ég er núna hluti af samráðsvettvangi mennta-aðila í sjávarútvegi, háskóla og framhaldsskóla og fleiri aðila sem hefur verið að skoða þessi mál út frá samráðsvettvangi sjávarútvegsráðstefnu. Og það sem blasti við okkur, allra þessa aðila, framhaldsskóla, háskóla og eins og ég nefndi þegar við komum saman til þess að ræða þetta, er að það er engin stefna, raunveruleg stefna í gangi. Það eru bara allir að gera alls konar og margt mjög gott. Stjórnvöld hafa í rauninni enga
alvöru yfirsýn yfir það eða einhverja markvissa stefnu til að vinna varðandi menntun í þessari bara burðaratvinnugrein Íslands, sem er svolítið skrýtið. Það er þó einhver breyting. Samstarfið milli HR og HA er dæmi það. HA og HÍ eru líka að vinna saman að nýrri námsbraut og það er verið að vinna fræðsluefni fyrir grunnskóla, framhaldsskóla og það er þessi samráðsvettvangur, það er framfaraskref, en betur má duga skal. Næsta glæra. Við fórum að skoða eins hvað normin hafa verið að gera í þessu samhengi og þeir stóðu fram fyrir því að það var veruleg fækkun og aðsókn í nám tengt bláa hagkerfinu, sjávarútvegi og tengdu greinum fyrir 7 árum. Núna er aðsóknin umfram framboð og mikill áhugi á bláa hagkerfinu. Hvað gerðu þeir? Þeir gerðu bara alls konar. En það sem er kannski meginpunkturinn er að það var eitthvað gert. Það var sett stefna og það fylgdi því fjármagn og aðgerð. Því að það er ekki nóg bara að setja niður einhver flott orð og blað og svo fylgir því engin ábyrgð að fjármagn. Þá er það bara það, flott orð og blað. En þeir settu meðal annars þetta á legg sem heitir Sett Sjöbein, sem er bara upplýsingasíða til að vekja athygli á fjölbreytni og tækifærum innan sjávarútvegs. Og þar í rauninni er að finna upplýsingar alla menntun og atvinnutækifæri sem er samantekið á einu stað. Þetta apparat sem er rekið að ráðuneytinu heldur ráðstefnu, veitir menntastofnunum ráðgjöf og leggur sérstaka áherslu á að fræða ungt fólk. Og það er svolítið það sem ég held að við séum að klikka á. Það er alveg hárrétt, við þurfum að leggja áherslu á æðri menntun og vísindi, en við þurfum líka að bara gera greinina aðgengilegri fyrir krakka miklu fyrr. Og hvernig íslensku sjávarútvegur er ekki meira ábyrgandi bara í námskrám almennt er mér algjörlega nullur ábyrgð. Og það held ég að stafi af meðal annars bara aðgengi að fræðsluefni. Og þar þurfum við virkilega að taka okkur á. Út af því að þegar kemur að því að velja nám, og það bara rek ég mig á með mína nemendur, hversu takmörku innsýnin er í raunin. Hún er bara ímyndin sem nemendur hafa úr fjölmiðlum eða úr sínu nærsamfélagi og að mínu viti þarf að byrja miklu fyrr að sýna og gefa innsýn í hversu fjölbreytt og dýnamískt fyrirbæri bláa hagkerfið og sjávarútvegur á Íslandi er. Ég held bara það eitt og sér veki bara athyglina sem þarf og breyti þessum ímyndarvanda sem er alltaf verið að ræða Því að mér finnst mjög sérstakt að þetta sé alltaf rætt á vettvangi fyrirtækjanna, eins og þetta sé eitthvað einkamál fyrirtækjanna eða ábyrgð þeirra að vera að vekja einhverja sérstaka athygli á sjávarútvegi. Það er það klárlega. En það hlýtur að vera á ábyrgð stjórnvalda að gera það fyrst og fremst. Það hlýtur að vera hagur okkar allra að vekja athygli á þessari mögnuðu grein. Næsta glæra. Við höfum verið að vinna að því að funda með ráðherra til þess að vekja máls á þessu og í rauninni þvinga fram bara í rauninni stefnumótun út af því að ég held að fólk átti sig ekki á því þó sem ekki fallegt að segja það en eitt bílslys á leiðin á ráðstefnu gæti haft bara verulega skaðleg áhrif á menntun í sjávarútvegi. Það sem þetta eru bara nokkrir aðilar sem að halda á þvílíkri þekkingu og reynslu. Ég er ekki viss að allir átti sig á því hvað þetta eru fáar hendur. Það þarf að markaðssetja þetta og fara markvisst í að efla þetta, bæði menntunina og innsýn almennings inn í greinin. Og ef allt gengur eftir þá kynnum við vonandi eitthvað á næstu sjávarútvegsráðstefnu hvernig þetta er að fáum nýja glæru. En af hverju skiptir þetta máli? Jú, þetta skiptir máli út af þeirri sviðsmynd sem að Hólmfríður var að draga upp. Við höfum sannarlega sögu að segja, en þurfum við ekki að ná utan hana fyrst sjálf? Þurfum við ekki að vera með okkar eigin markvissu stefnu áður en við förum að flytja út þessa þekkingu? Ég held það.
þetta er það til staðar en við þurfum bara að ná utan um þetta. Það er oft verið talað um það að Ísland getur verið Kísildalur sjávarútvegs út af þeirri miklu þekkingu sem er og öllu atvinnulífi. Ég er sammála því. En ég held að til þess að byrja að flytja út meira þekkingu þurfum við að marka okkur öflugri stefnu hér innan strax. Fá nýja gleru. Og líka út af þessari í rauninni heimsmynd sem blasir við okkur. Þetta er mynd úr nýútkominni skýrslu frá EAT Lancet Commission on Food and Health sem er óháð vísindanefnd færustu vísindamanna heims á sviði matvæla og loftslagsmála og svona mun matardiskurinn okkar líta út árið 2050 ef við ætlum að brauðfæða 10 milljarða manns án þess að rústa jörðinni. Og eins og þið sjáið þarna þá er dýraprótein miklu minni partur af matardiskunum heldur en hjá langt flestum í dag. Og ef við fáum næstu gleru, skoðum þetta aðeins nánar. Þarna er fiskur 28 grömm af próteininntöku dagsins með þessa sviðsmynd. Það er svona 14% af próteinneyslu heimsins þarna árið 2050. Í dag er þetta 8–10%. Og í dag erum við að miða við svona í kringum nýjustu tölur 7 milljarða manns. Þarna erum við komin í 10 milljarða. Þannig að við þurfum ekki bara að auka hlutfallið, heldur líka þurfum við að vinna meira á því sem við erum að taka nú þegar á sjónum. Og nota bene, ef við förum aðeins aftur tilbaka á glærinu undan, að þarna hægri helmingurinn, eða vinstri frá ykkur séð, grænmetið, 85% af öllu plöntulífi er í sjónum. Þannig að þó að þetta sé svona þetta hefðbundna grænmeti, þá getum við klárlega sótt miklu meira af grænu á diskinn í sjónum. Förum áfram aftur. Og á síðustu. Og hvernig tengist þetta eyjum? Jú, þó að eyjarnar séu grænar og fallegar, þá er sannarlega blátt blóð í þeim. Þetta var ekki bara sjálfstæðisbrandari. Það er blátt hagkerfi hér og hér er allt til alls til þess að vera leiðandi á öllum þessum sviðum sem við erum búin að nefna. Það er öflugt atvinnulíf, það er þekking og það er verið að efla menntun og eyjamenn eiga bara að vera með kassan úti varðandi þetta allt og sækja fram að krafti. Það var mjög áhugavert að sjá það sem Hólmfríður var að segja eða benda á fjölda framhaldsnemenda á Sauðárkróki. Því að ég held að sé, sko, hafðið nýsköpun er bara eitt þrep í þessu. Ég held að sé mörg tækifæri til þess að fá nemendur hingað til þess að vinna þessi verkefni með fyrirtækjum. Því að nú höfum við þessa frábæru aðstöðu í þekkingarsetrinu. Það er ótrúlega uppbygging líka og nú er ég ekki bara að tala um sjávarútveginn, ég er að tala um tækifærin sem eru framundan í ferðaþjónustunni og í öðrum rannsóknum tengdu hafinu með komu Merlin hingað og svo framvegis. Það eru bara gríðarlega mörg tækifæri. En samgöngurnar eru alltaf þessi farartálmi sem sífellt er talað um. Vonandi verður nýr Herjólfur sú bót sem hefur verið lofað. Út af því að hér er allt til alls. Takk fyrir mig.